svona fyrsti til að taka stig á KR í sumar, ekki bara sáttur? Jú, ég er sáttur eftir að hafa lent 2 undir í restina, en ég hef viljað stigin, engin spurning. Þetta var leikur sem við getum verið svekktir yfir að hafa ekki unnið, en samanskapi held ég að maður tekur alltaf jafntefli. Ég held að það sé sanngjarnustu úrslitin í þessu leik. Ánægður með spilamennskuna? Nei, mér fannst við ekki einn og okkar betri leikjum í sumar, sérstaklega með boltanum. Mér fannst við vunnum boltan í fyrri hálfleik og oft á tíðum og sérstaklega í seinni hálfleik að við vorum ekki nógu flinkir að finna samherja til að komast í betri skyndisóknir og hræða þá meira. Og við gerðum nokkuð í fyrri hálfleik og mér fannst það ekki nægilega gott í síðari hálfleik og allt og oft klikkar fyrsta sendingin. Við erum búin að vinna boltan. Svona bara kannski stress og óvanlegt að sjá Fred og Simon kannski og Ægi stundum. Klikka á 5 metra sendingum og öðru slíku þegar við erum kannski að búa okkur til góða skyndisókna möguleika. Hvað segir þitt leikur? Ekkert svakalega sáttur með spilamennskuna en samt náðu jafntefli í toppleginu? Já, við erum bara flottir og auðvitað vissum við það að KR myndi vera með boltan. Það skiptir engu hvaða liði þeir stilla upp og þó að það sé mikil skakkafell þeirra liða þá spila þær alltaf eins. Við erum mjög góður í því og við erum með frábært lið en við teljum okkur vita hvar við getum stoppað þá, hvar við getum hrætt þá í okkar skyndisóknum og við bara framkvæmum það ekki nægilega vel ég er ósáttur að hafa ekki bara unnið leikinn en auðvitað, ég get ekki krafist þess hér, alls ekki. KR var miklu meira boltan en þeir skupu voðalega lítið og ég held að við hefum haft hættulegri sénsa en þeir svona fyrir utan mörkin sem skoruðu. Lokið vel á KR? Já, ágætlega. Þeir taka gríðarlega sénsa í sínum sóknarleik og fyrir vikið þá þarftu að geta refsað þeim þegar þeir taka ykkur hælspyrnur og þrýðningsspil inn á verið í miðjunni og missa hann illa. Þannig hafa þeir stundum sloppið í gegn og búið sér til hörkufæri og skora fullamörkum eins og þeir hafa gert í allt sumar og þeir eru góðir í því en við og heilin kannski í deildinni höfum ekki nægilega góð í að kannski refsa þeim oftar eða loka betur á það að þeir skora eftir 2 mörk í dag en við gerum það líka. Þorri út á Kyle var ekki með í kvöld, kannski má vesen með eftirstu línu? Nei, alls ekki neitt. Ég meina hvort sem að það verði, ég held að Þorri hafa bara fengið krampa, búinn að hlaupa mikið og taka vel á því. Kyle smávægileg meiðsli, ekki alvarleg. Israel kom frábær inn í leikinn, hann var frábær hann kom inn og við eigum hann til vara. Við höfum Badda og við höfum Arnar Daniel og við leysum þetta, það verður ekkert vandamál. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að geta tekist á við. Flauta meira framara en KR í kvöld og stóðsáttu með það? Já, þess vegna var ég töðandi alla leiki. Ég er svo smámunasamur og það er dálítið leiðilegt stundum að vera svona en ég var dálítið í miklu sambandi við fjórða dómara í dag að biðja velvirðingar á því en ég held að ég hafi eftir rétt fyrir mig þegar maður skoða statistíkinni að flautaðar 17 aukaspyrnur á KR á Fram og 6 á KR í öllu leiknum og það fannst mér algjörlega galið því að manni finnst að þú veist, brot sem er framið okkar megin á vellinum er brot sem er framið KR megin á vellinum var ekki brot, alveg eins, skilur sami hlutur og það var það sem pirraði mig og það var ekkert samræmi en annars flautaði hann leik vel og ekkert og hann að segja þetta hvað úrslitin var þar en þetta er bara svona lítið latur, þetta bara skiptir máli þegar þú veist, þegar það er keyrt í bakið á Atla sem er 1,90 hann er yfir 2 og það togaði peysur og ýmislegt annað en þú veist, það má bara öðrum einn, það er ósanngjarnt og það er það sem pirraði mig.